Ég heiti Einar Már Guðmundsson og þetta nýjasta saga mín, Allt frá hatti ofan í skó. Hún gerist að stórum hluta til í Kaupmannahöfn og lýsir Íslendingum í Kaupmannahöfn og einn þráðurinn í henni þetta gamla samband, 500 ára hjónaband, þar sem annar aðilinn við munum allt sem gerðist en hinn veit ekki dalirnir að þeir voru giftir. Og síðan þetta saga sem byggir á þeim tíma þegar ég flytt til Kaupmannahafnar og berst áfram til að verða sá sem ég í dag, sem sé skáld og alls konar fólk sem þarna verður á vegi mínum. Hreingerningakonur, háskólakennarar, bóhemar, tónlistamenn, skáld og bara allt. Og síðan kemur inn í, sem líka þráður, svona bakgrunnur þessara sögu sem sé tímarnir sem maður hafði lifað í Reykjavík og þá ég að segja að mínu mati það sem ég myndi kalla svona menningarsögu að neðan. Það að segja frá ýmsum athöfnum í samfélaginu sem ekki komast í sögubækurnar. Ég segi frá staðnum Las Vegas við Grensásveg, ég segi frá Breiðholtinu, ég segi frá Donovan og Led Zeppelin og öllum þessum kúltúr unga fólksins sem var að mótast og á sinn þátt í að gera mig að því skáldi sem ég Nú ætla ég að lesa lítinn kafla úr sögunni sem segir einmitt frá Las Vegas. Þetta byrjaði í kringum 1970, stuttu eftir að ég kynntist Atla B. Jafnvel frekar 71 veturinn. Það var í fyrsta skipti sem ég fékk að reykja maríjúana. Þá stóðum við í kuldanum fyrir utan skemmtistaðinn Las Vegas við Grensásveg. Inni var dansleikur og hljómsveit að spila. Það var litli matjurtagarðurinn, hljómsveitin sem var að spila. Margir úr henni áttu eftir að láta sér kveða. Á meðan við stóðum út í kuldanum með áfengisbland í kókflöskum, kom einhver gaur til okkar strákana og sagði að það væru 2 náungar í næstu götu og þeir væru með maríjúana og ef við færum til þeirra gætum við fengið að reykja. Við flýttum okkur af stað og þegar við komum þangað þá sátu þeir 2 aftur í bláum Chevrolet. Annar hét Stefán og hinn hét Steingrímur. Steingrímur Hafsteinn, en var bara kallaður Grímur. Grímur var með vafða, sígarettu og gaf okkur smók. Við fengum 3 smóka hver og urðum alveg rammskakkir. Allt stækkaði og öll hlutföll urðu skrítin. Okkur fannst heimurinn stórfurðulegur. Hjartað sló hraðar. Mér fannst allir horfa á mig og ég varð hræddur. Einhver karl í frakka elti mig og ég flýði upp í strætó, leið 11 eða leið 12, sem stoppuðu við Grensásveg en keyrðu upp í Breiðholt. Karlinn kom á eftir mér og hrópaði, þú ert á eiturlyfjum, stoppi vagninn og hringið á lögregluna. Strætóbílstjóri snar hemlaði en opnaði leið dyrnar og ég hljóp út. Skömmu seinna hljóp ég eftir hitaveitustoknum sem lá í gegnum smáíbúðahverfið eða bústaðahverfið þarna fyrir ofan Grensásveginn. En sneri svo við og kom aftur tilbaka þangað sem Las Vegas var. Þar hitti ég vini mína aftur og við komumst inn í Las Vegas. Ég settist í rauðrósóttan sófa eins og voru í Las Vegas og hló og hló og hló. Þar var allt umbrautt og dökkleitt. Ég róaðist og fannst allt svo fyndið og hló og hló og hló en vissi ekki að hverju ég var að hlæja. Grímur, sá sem satt með grasið aftur í, var síðar sýslumaður allt land og mjög óvinsæll og myndi örugglega neita því að hafa setið aftur í Chevrolet við skemmtistaðinn Las Vegas við Grensásveg og verið að reykja maríjúana og gefa yngri strákum með sér. Hann gaf okkur grasið. Hann heimtaði engan pening og við vorum kátastir með það. Við hefðum ekki átt pening til að borga fyrir þetta. Og ef Grímur hefði játað að hann hefði verið að reykja gras með strákum rétt hjá Las Vegas við Grensásveg,
Þá hefði hann sagt að hann hefði ekki tekið ofan í sig. Hann hefði sagt eins og Bill Clinton, I didn't inhale. Hann hefði logið til að sleppa, en hann var aldrei spurður þegar hann bauð sig fram í prófkjörum. Hann kolféll í þeim öllum þó að enginn hefði neitt slíkt á hann. Hann var aldrei orðaður við maríjúana eða nein önnur efni. Grímur átti eftir að verða mjög glískjarn embættismaður, með alls konar snúrur og borða, svo frægur á því sviði að eitt sinn stoppaði hann bíl á þjóðveginum og bílstjórinn hringdi í lögregluna og sagði að það væri maður í lúðrasveitabúningi fyrir utan bílinn hans sem hefði greinilega misst vitið. En þetta var þá sýslumaðurinn, Grímur sýslumaður, og hann vildi stoppa ökumanninn.